Yfirlit yfir TT-SNAP, Core First síðusettið. Það opnast á kjarnaorðum og kjarnaorðin eru þau orð sem við notum mest í daglegu tali og jafnvel alveg 80% af þeim orðum sem við notum eru kjarnaorð. Og þar fyrir utan eru þá sértæk orð sem eru inn í orðalistunum. Kjarnaorðin eru litakóðuð, blátt eru spurningar og gult eru persónur og fólk, grænt eru aðgerðaorð eða sagnir og appelsínugult eru svona smáorð. Sikkur megin hér komist inn í orðalistana sem eru allir á þessum lit blómstur bleika. En svo er stýristika sem ég langar aðeins að sýna ykkur inn í. Við erum sérst á kjarnaorðum Ef þið farið hér inn í flýtivísa, það er svæði sem ætlað er til að kalla á athygli. Að þau geti náð athygli okkar með einhverju, en þá er það þannig að orðin flytjast ekki upp á stiku, heldur heyrast bara sögð. Þetta er hugsað meira eins og spjall. Og eins er það með efnisflokkana. Hér eru líka ákveðnir flokkar undir og þetta er að sjálfsögðu allt hægt að einstaklingsmiða og gera að þeirra í rauninni. Efnisflokkarnir eru á sama hátt þannig uppbyggðir að hér eru orð og setningar, stuttar setningar sem að heyrast sögð en flytjast ekki upp á stiku. Hér eru ákveðnir litakóða líka, blátt eru spurningar, appelsínugulir eru almennur orðaforði, grænt er jákvæður orðaforði og rautt eru neikvæður orðaforði og svo þessi fjólublái neðst, það er fyrir okkur til þess að fylla inn í ef við viljum bæta ykkur við. Svo er björgunarhringur og það er stuðnings efni sem við getum notað og þetta getur gagnast mörgum. Það er til dæmis tímavaki sem truflast ekki neitt og við setjum tímavakan á og við getum farið fram og tilbaka í forritinu og tímavakin líður bara niður í rauninni. Það er hægt að setja upp svona skref fyrst og svo og þetta getur gagnast mörgum í alls konar aðstæðum. Eins líka svona smá áætlun í 4 skrefum og handrit og upplýsingasögur eða félagsefnissögur. Þetta getur verið mjög gott fyrir mörg og gagnast vel og þetta er að sjálfsögðu líka hægt að breyta og bæta og einstaklingsmiða. Lyklaborðið, það þarf að vera í 7x9 rúðustærð að minnsta kosti til þess að allt stafrófið sjáist. Ef hnapparnir eru stærri þá skiptir stafrófið niður og þá þarf að fletta á milli síðna. Og þau eru mjög duglega að gera það líka, þannig að það þarf ekki að hafa ágjörð því. Að þau geta lært það að allavega fyrir þau sem eru orðin dugleg og orðin læs og nýta sér virkilega stafrófið, þá er það að stafrófið skiptist niður í 2, það skiptir ekki öllu máli. En það er gott að vita það að svona er. Og svo langar maður að sýna ykkur inn í stjórnborði líka að hér er hægt að hækka og lækka og taka hljóðið af. Það eru ákveðnir hnappar fyrir augnstýringuna sérstaklega, dagsetningin og tíminn. Hér er líka hægt að komast beint inn í tímavakan og þetta er meira fyrir svona umhverfisstjórnun. YouTube tenglar hafa gjarnan fengið pláss hér inni á stjórnborðinu og þá er YouTube tengillinn litaður svona vanilegu gulur eins og þá er ör sem sýnir það að hér er eitthvað undir og hér er búið að búa til eitthvað sem heitir sumarsmellir og það eru þá alls konar lög sem voru vinsæl í sumar. En svo ætla ég bara rétt aðeins tilbaka í orðalistana og það er ákveðin grunnur sem fylgir með, en ef þið sækja ykkur síðusett sem er með viðbótum, þá koma alls konar viðbótar efni eins og
alls konar leikir sem við höfum búið til sem að gott að nota með þeim. Eða eins og inn í matarflokknum að þá búið að flokka niður matinn og þá gerir þetta svolítið meira að hafa bara grænmeti á einum stað og veislumatur til dæmis og annað. Að þá búið að búa til fleiri flokka og þá af því að matur náttúrulega rosalega fjölbreyttur og þá þetta stór listi. En það mjög gott að sækja sér einmitt síðusett sem búið að búa til alls konar efni eða setja inn viðbætur. En ég læt þetta duga sem smá yfirferð yfir kannski eitt að lokum að veftablan. Hér getið þið notað ef þið að læra að skrifa að þá alveg sniðugt að opna veftöfluna og leyfa þeim að prófa að skrifa orðin sem að þau að segja. Og það hægt að færa inn myndir úr myndagagnasafni og þetta samt svona mjög einföld tafla en alveg skemmtilegt að nota líka og getur verið gagnlegt. Læt þetta duga. Takk fyrir.